Get svo svarað, ég alltaf tilbúin, klukkan orðin 4. Klukkan, hún 1 mínútur yfir 4, það 24. nóvember og FM 95 Blö loksins, komnir aftur í loftið. Ég sjaldan hlakkaði mikið til að setja beddan upp og heyra Kickstart My Heart því að, ég var fann að sakna þess að vera hérna. Vonandi voru þið farin að sakna þess að hlusta. Kæra hlustendur, við erum ekki með, full mannalið, þetta eru með full mannalið, en það gestastjórnandi með okkur í dag. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti. Egill Einarsson eða Den Störe eins og hann kallaði sig 2009. Mjög langt sem ég kallaði mig síðast Den Störe. En það var það hræðilegt nafn. Byrjuð því aftur. Hann í sínusæti. Hvernig ertu, Den Störe? Störe hefur það er nú aldrei betur. Það gott að heyra. Hann svo nýr. Það var svo mikið tillökun að það langt sinni ég hlakkaði mikið til að fara aftur í útvarpið. Ég var mættur hérna í gær á miðnætti að taka upp. Ég var það peppaður. Paldi ef allir verið þannig þegar þið farið frí í vinnunni sinni þá hlakkaði til að mæta eftir í vinnuna. Það eitt sem ég orðin pínu þreyttur á þarna trúðunum á mótnana. Sérstaklega Hjörvari Snapchat-stjörnu að kalla þetta frí. Við vorum í 6 vikna tökum sko. Já, hann þarf að fara átt að sá því. Menn voru ekki frí. Nei, við vorum ekki heima bara að chilla sko. Nei, menn voru í vinnunni 12-15 tíma vinnundagar sko. Og séða líka átt að segja því að nú ekki Steindi núna í frí. Já, nú Steindi í frí. Sjá, mættur á miðnætti í gær. Steindi í frí með fjölskyldunni á Tenerife. Ég veit ekki okkur hann fór ekki aftur til Benidorm. Það var svo gaman hjá hann það síðast. En í hans sæti situr einn sem var eitt sinn mjúkur, ekki það mjúkur lengur og sennilega svona eitt besti vinur þáttarins. Rikki G, vertu velkomin. Já, þakka ykkur fyrir. Hvernig ertu? Þú ert náttúrulega ekki kallað lengur The Donut. Það Jú, hann kallaði Donut en þó. En það? Hann ekki má losna við það en þó. Var hann ekki komið eitthvað nýtt nafn? Herra Ghostbusters eða eitthvað sem að kjaftaði? Nei, það theme lag hans. Hann á theme song í dag. En hann ennþá kleinurhingurinn, eða ekki? Hvað viltu láta kalla þér, Rikki? Bara Rikki ef það verið hægt. Já, það möguleiki. Já, það ágætt að því að þú heitir Ríkard. Já. Þá ekki mjög eðlilegt og sérst bara að kalla Rikki. Mér finnst þessu Richard skemmtilegur en Rikki. Jú, Richard, við getum alveg sæst á það sko. Það líka alþjóðlegt og kannski verður gigga erlendis. Þegar þú ert að gigga erlendis, hvað kallar þið þá? Richard? Ég hef ekki gigga erlendis það með okay. En ég held að sé enginn sem að nota í augnablikinu DJ Donut. Nei, það bara held ég góð ástæða fyrir því. Ég held að það sé laust. En þú situr á blackjackborð erlendis með cocktail og fólk spyr hvað heitir, hvað segir þú? Richard. Nei, ég segi heldur Ricky. Ricky? Ricky was a young boy. Egil, hvað segir þú alltaf? Muscle boy eða eitthvað? Stundum Tom. Já, alveg rétt. Tom og ég að muna núna síðast þegar með erlendis. Það er USA nafnið mitt. Já, hann satt alltaf með okkur, fórum hérna ástæðan til F95 Blöð á New York og Atlantic City og ég að muna núna, hann kallaðist alltaf Tom og sagðist vera doctor. Ég var að gefast upp á hann. Ég var orðið svo þreytur á þessu og fólk alltaf var svona, really, you're a doctor? Ég bara, no, he's not. Ég man nefnir Tom, doctor. Ég ætla reyndar að bakka upp Egil þarna því að það ekkert jafn gott og vill á sér heimildir erlendis. Ég var bara í Berlín síðustu helgi. Já, ég meina, hvað hann gert svo að hefði staðið í einhverjum? Gaurin kann ekki einu svona taka henni, sko. Já, alltaf þú þá bara mökkar að leggja frá þér vodka Red Bull og bara hefðu hérna. Ég kann þið heimlis. Fyndið að Egil segir þetta því að ég var í Berlín síðustu helgi og á lobbyinu vildi ég vera svona kall, ég kom í frakka og bara vel klæddur og vildi svona fá hver og flottustu staðinir og ég sagðist vera doctor from Iceland. Oh, I like that. Það er gaman að heyra, ég með 2 lækna hérna með mér í F95 Blöð í dag. Menn sem gætu ekki læknað sár og putta en það er annar mál. Ég vinn með það að lækna fólkin, já, frá gakk. Ég ætla að segja við þetta. Þú ert ekki að lækna fólk? Já, ég er að bæta heilsuna. Þú ert að hjálpa fólki? Já, bæta lífið. Sko, hérna, ef ég segi Egill við kannan, þá segi ég ha. Já, ég veit það. Þannig að ég verði að vera með eitthvað nafn. Og ég er harður Tom Cruise maður og margir segja þessu líkir, þannig að ég valdi Tom. Já, Tom er gott, en yfir í það sem skiptir mestu máli, elsku hlustendur, það er þátturinn í dag og við erum með veislu handa ykkur. Það er bara þannig, það eru 2 nýjir dagskrárliðir. Annar heitir Hver er næst og hinn heitir, Hver er líklegastur. Báðir mjög skemmtilegir að ég held. Við erum með, DJ-keppni F95 Blöð. Við erum með stigagang sem ég tók upp í gærkvöldi. Við erum með spurningakeppni Gilsarans. Rikki, ætlar þú að vera með augljósar? Nei takk, ég er bara feskur sko. Það vildi ekki hendi nokkur rættir? Nei, bara alls ekki. Það er búin að slá í gegn hérna hér. Já, akkurat. Ég verði til í það. Nei. Þannig að við erum með helling handa ykkur og vonandi hafið þið saknað okkar jafn mikið og við höfum saknað ykkar. Það er, við áttum að byrja síðasta föstudag en tökurnar á Stefánstöðinu drógust
til 17. Og ég var líka búin að bóka ferð út. Kíkti með Pétri Jóhanni til Manchester. Það var þetta veistla. Hvernig að vera með Pétri Jóhanni einum í útlöndum? Það var bara yndislegt því að við höfum ekki átt svona ferð held ég bara síðan vorum í fríka úti á sínum tíma. Þetta náttúrulega þægilegasti ferðafélagi sem við getum fundið. Hann er til í allt. Nei, það bara, hann svona ráfar með og maður bara, og kíkja þangað. Já, okkur ekki. Bara hellir í sig og heldur kjött. Já, svo reyndar þegar ég fóð með hann á Deepest Mode. Ég vissi að hann var aðdáðandi. Hann búinn að tala þessa hljómsveit bara sinni kynntist honum. Ég hef aldrei séð hann eins. Ég hef aldrei séð mann skemmta sig jafn vel og Pétur Jóhann á Deepest Mode. Var það hans fyrstu Deepest tónleikur? Nei, 5. Jésús. Hann var ekki búinn að fara í nokkur ár. Hann lýsti fyrir mér öllu sem var að gerast. Hann bara, nei, nú kemur hann lappandi hérna að okkur maður. Ó, sérðu gítarleikara. Ég bara svona, hefði, ég að horfa á tónleikana með. Huge fan. Já, alveg bara snaruglaður. Og sér líka var hann happa því að sóttu þarna þægilegan sigur og Old Trafford. Já, 4-1 sigur. Gott lökudýr. Já, hann var mjög þægilegur og þetta var skemmtileg ferð og Pétur að hlusta. Þá skilum við innilegri kveðju til þann snillings. Svo erum við Scoop. Já, herðu, við erum með Scoop. Það stórstjarn á Íslandu og þetta er ekki komið í fjölmiðla. Já, við erum fyrstir með þetta alls svona. Við erum fyrstir með þetta. Dr. Dre er staddur á Íslandi. Já, hann er núna, ekki bara staddur á Íslandi, við getum sagt hvað hann er akkurat núna. En við vorum að fá bara mynda. Hann er á Höfðatorgi akkurat núna. Hvað ætla hann sé að gera á Íslandi? Já, hvað er hann að gera á Höfðatorgi? Já, bara nóg að gera það. Þannig að ef þú ert á Höfðatorgi núna, þá getur fundið Dr. Dre og hendi a selfie. Það breyt besti rappar of all time, sko. Já, hann Rikki, þú veist ekki þú rapp. Nú, það ekki reyna að velja það. Nú, veist þú eitthvað rapp? Nei, bara ekki reyna að vera party pooper. Hætt að tala með rapp. Hann er allavega, ég get sagt eitthvað, hann er í þessu lagi. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Ég get ekki sagt að fólki að smoke weed every day þannig. Nei, en það varst þú ekki að segja það. Hérna, til að uppdata fólk, Dr. Dre er núna á hamburgerafabrikunni Höfðatorgi. Hann kann að velja sér burger. Þannig að þið viljið vera óþjólandi, farið á borðið hans núna og segið, hey doctor, can I have a selfie? Það voru þið ekki að segja á hann að þið varu læknar. Það alvöru læknir á landinu. King sem ég vil, sendi mér SMS og hann sagði að hann er á fabrikunni. Vel gert. Þannig að ég var gaman að myndi taka selfies. Ég var að fletta honum upp. Ætla hann sé að fá sér eitt Mortens. Nei, ég held að hann fæsir alltaf trukkin. Ég ætla að sagt þér að hann var efna á honum. Ég var að fletta honum upp. Og hann er metin á 740 milljónir dollara. Já, wow. Sem er meira. Hann náttúrulega seldi Beats. Sem er meira en. Ég held að hann seldi Apple eða eitthvað. Sem er meira en Beckham á. Já, þetta er, hann veður í stælum. Já, eru það headphone að Beats by Dre? Já. King sem er vilja að skamma mig núna. Þú ættir ekki að segja frá því, senda mig núna í SMS-i. Já, verður það ekki að segja það líka í útvarpinu? Ég tek þetta tilbaka. Hann er á matstofunni. Já, hann er bara ráðandi eitthvað störu. Hann fyrir bara í næsta mál. Það er, hann á slata pening maður. En þú veist sko, hann er moldríkur af því að hann seldi hérna Beats og svo er 50 cent moldríkur af því að hann seldi Vitamin Water. Svona verða þessi menn ríkir sko. Ég ætla að búa mig til headphone og selja þau. Já, þú ert að búa til spil, vonandi verður ég að breyka. En það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Og ég ætla að byrja slúðupakkan á Katy Perry. En söngkonan Katy Perry, hún fór vist á stefnumótin daginn með The Weeknd og nú er fólk að... Ég byrja fyrir ekki, hvernig er Weeknd ekki að deyta? Já, ég er að segja, hann er vel skítur. Var hann ekki með hana fyrirvændi Bieber bara fyrir 3 dögum? Selena Gomez, og ef þú leiðir mér að klára slúðrið þá fattar þú hvað er í gangi. Ok, áframgað. Af því að nú eru vinir og vandamenn, já, bara svona vinir og svona fólki í Hollywood að tala að Katy Perry hefði bara farið á stefnumót með The Weeknd til þess að pirra Selena Gomez. Af því að Selena Gomez fór vist á stefnumót með Orlando Bloom í maí fyrra og þá voru Katy Perry og Orlando Bloom par. Sem er fárlega hugulegu gæi. Já, ég meina, hann var legola, sko. Hann var álfur. Já, illa svalur. En já, þetta er það sem við erum að ræða. Þarf ekki The Weeknd að bara setja sér skilíspeltið það?
Nei, hvað, ungur rappa má hann ekki deyta eins og aðrir. Já, þetta bara rótir að full rætt. Það ekki það sem trufla mig í þessu, að Weekend sé hérna fyrir skýrlíksbeltið. Það að væri ekki svolítið skrítið, ekki bara meiri líkur á að Katy Perry hafi viljað fara á stefnumót með The Weeknd. Fundist hann góður tónlistarmaður, myndalegur. Haldið í alveg að Katy Perry hafi, nú ætla ég að hefna mín á Selena Gomez. Hún fór með Orlando Bloom síðasta sumar. Þetta í andlitið á henni. Hvað hugsa fólk svona? Já, hún bara í Celebrity Beef. Nei, Celebrity Beef mjög þekkt. Já, hún bara hefna sín, þetta bara gamli skólinn. Það finnst mér mjög skrítið. Svona virkar líka. Ef þú ferð á stefnumót til að hefna þinn. Riki, nú ertu hvað búin að vera með konuðin lengi núna? 13 ára að verða. 13 ára, áttur þú kærustu undan? Nei, í raunin ekki. Já, ok, bara sama konun alltaf. Nei, samt, þú veist, jú, var eitthvað sambund, bara 4-5 manna, hvert að fara með það? 4-5 Hún var litið snöggur í vörð, maður. Hann engan að fá þessi spurningu. Nei, það sem ég ætla að spyrja þig, ok, segjum til dæmis að þið myndi hætta saman núna, þú og Valdís, og hún myndi fara að hitta eitthvað strák sem þú kannski þekkir, myndið þú fara að hefna þinn með að fara á stefnumót með einhverju vinkonu hennar? Nei, ég held ekki. Var það ekki skrítið? Já, það verður pínu weird. Já, Egill heldur samt að það sé bara að gerast. Hann myndi hefna sín 100%. Myndir ekki? Já. Er ég þannig eða? Já, ég get lofa bara, hann myndi hefna sín. Hann fekk tækifæri. Myndi setja á snappið og svona? Ég var að gigga hann í bæ og svona, hörðu, já, hann er, ok, ég hefni mín. Hörðu, næsta slúður. Það flestir núna veðja á konunglega trúlofun, en það verðist allt benda til þess að Harry Bretaprins og Meghan Markle trúlofu svo á næstunni og Ég brjálar við því. Í Bretlandi byrja að veðja á þetta, en sko fyrir ykkur sem að það vita held ég flest hver Harry Bretaprins en ef þið vita ekki hver Meghan Markle þá hún í Suits, hún hérna Rachel minnum hún heiti og nett grenniskjóða sko. Hún ætlar ekki að taka fleiri þætti. Mér finnst það bara ekki þreytt. Mér finnst það bara góða fréttir fyrir Suits-þáttandur. Hún alltaf grenjandi í þáttunum og hann átta með henni. Hvað heitir átti kærastennunnar? Hvað er það, Harry og hérna En þú verður prinsessa eða giftist prins, getur þú þá ekki að verið an actress eða? Já, ég bara þekki ekki reglurnar. Nei, veistu reyna, ég minnst hún svo skemmtileg hérna í Suits. Finnst það? Mér finnst þau parið alltaf verið að grenjandi. Það heitir Mike Ross, Harvey Specter og Mike Ross. Louis Litt skemmtilegur. Mér finnst Rachel Það svo nettur Richard í Louis Litt. Já, reyndar. Rick ekkert svo ólíkur Louis Litt. Ég hef ekki séð Suits. Það bara algjör töffari þarna í þáttunum. Flottur lögfræðingur í góðum fötum. Akkur segi ég það sé ekki, ég ætla að googla hérna gæja. Nei. En hérna, já, hún er hætt, þannig að Þið finnst það slæma fréttir? Persónulega. Mike og Rachel leiðilust í þáttunum. Mér finnst það alltaf grenjandi og eitthvað svona, þannig að mér finnst þetta bara allt í lagi. Ok, þín skoðu nú rétt á henni. Takk. Horfið þú ekkert á Suits, Riki? Ég hef ekki komist inn í þá þættinni. Góð þættir. Já, frábæri þættir. Mjög góður. Og já, svo það síðasta hér í slúðupakkanum að Gwyneth Paltrow, hún búin að trúlofa sig og gríðarlega hamingjusöm. Hún var náttúrulega með Chris Martin og Coldplay og með Brad Pitt. Boring. Vingi næsta slúður. En hinn hefni köfur að framleiðandinn Brad Falchuk. Boring. Ok, getur þú please ekki komið með slúður og Gwyneth Paltrow on my watch? Æ, ok, en hún Er hann að skrifa í mig? Já, hún var geggjuð í Seven sem kom á 1987 en áfram gakk, sko. Ég alltaf Gwyneth Paltrow maður, sko, mér finnst hún Já, geggjuð góð leikona. Herru, þá get ég líka sagt eitthvað frá því að hérna fyrirsætan Chrissy Teigen og John Legend söngur eiga vona á sínu öðru barni og það Chrissy Teigen. Æ, djöfulegt leðileg. Herru, þetta var bara Nei, nú ég ekki að leðileg. Chrissy Teigen. Já, sem hún ekkert fræg, þetta aðalega bara John Legend. Ég ætla að vera celebrity gossip, ok? Æ, herðu, þetta var slúðupakki dagsins. Eins og ég var búin að hlakka til að mæta aftur eftir nýjum blöð, þá ég búin að gleyma hvað Egill Einarsson fucking leðilegur. Hér eftir smástund sprungunýr dagskarlegur. Frí áfylling á kókið. American style. Nóa konfekt falleg gjöf til þeirra sem okkur þykir væntum. Hver þér svo kær? Nóa konfekt, gott að gefa, himneskt að þykja. Svartur föstudagur í Verslunum Líflands föstudaginn 24. nóvember. 25% afsláttur af öllum Wellenstein úlpum, kuldagöllum og Mountain Horse skóm og hönskum. Komdu við og klæddu að þér kuldan í vetur. Verslunum Líflands, Reykjavík, Borgarnesi, Blönduósi, Akureyri og Hvolsvelli. Þú vilt alls ekki missa af svörtum föstudegi Bauhaus. Opið frá 7 til 19. Bauhaus, gæði, gott verð og góðar stundir.
Black Friday. Í dag Black Friday veisla í Dorma. Allar vörur með 25% afslætti. Opið til 10 í kvöld. Ekki missa þessu. Dorma, Holtagörðum, Akureyri, Ísafirði og á Smáradorgi. Frábær tilboð á drónum, myndavélum og aukahlutum. DJ iStore Reykjavík Lækjargötu. Black Friday tilboð föstudag og laugardag. Allir walk-on specials á aðeins 1000 krónur. Athugið, engar franskar fylgja. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Í dag svartur föstudagur í Smáralind. Glæsileg tilboð allt hús. Opið til klukkan 7 í kvöld. Black Friday tilboð í iStore Kringlunni. Black Friday í Körfi. 20% afsláttur af öllum vörum aðeins í dag. Körfi, Fákafinni 9 og körfi.is. Trommusett. Tónastöðin Skipholti. Kynntu þér Húsumsjón Eignaumsjóna. Nýja þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög. Eignaumsjón.is. Við sérhæfum okkur í asískri matagerð, hollur og ljúffengur matur. Vietnamís restaurant Suðlandsbraut 8 og Laugavegi 27. Sími 588 68 68. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hanna hefur þessi áhrif á nokkra. Dánarskapur. Spurningarni eða hundin hefur hvað? Valþátt, það getur verið hvað sem er. Ok. Alltaf ert þú með hausinn einhver staðar sem þú átti ekki að vera með hann. Ok, Wild Thoughts, sem við var tegustöku að tala það ekki. Jó, hæsta tegustöku heimi, það er í Macau. Þeir hlustu FM 95 Blöð hér á FM 957. Við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Hrikalega gaman að vera komin úr fríi og já, við lofuðum nýjum dagskráraliðum og það er komin tími á einn slíkan. Og þessi dagskráraliður heitir Hver er næst? Og það er svo skemmtilega til að þessi liður er einmitt í spilinu alvöru skellur. Tekjum þann og já, ég ætla Hver er næst? Já, hver er næst? Þetta er þannig að ég spyr spurningu og þið að giska bara þegar þið að koma með svar og hann vinnur sá sem er nær rétta svarinu. Bring it. Þetta er ekki flókið. Ég held ég ekki að gera þessu. Ok, Rikki, þú svarar fyrst. Ok. Þá fyrsta spurning, þetta eru 2 spurningar. Hversu langur er Kínamúrinn? Svarið í kílómetrum. Kínamúrinn. Já, Kínamúrinn. Ekki hugmyndið sko. Hvað heldur þú að Kínamúrinn sé langur í kílómetrum? Og svo fara ég að svara líka og sá sem er nær réttu svari vinnur. Hann lítur að vera eitthvað vel langur, er ekki endalust í Kína? Já, hann er nokkuð langur. Hvað er langt í... Hvað er langt í Borgarnes? Hvað er langt í Borgarnes? Já. Það er svona 100 kílómetrar. Það er alveg slatt. Ég ætla að segja þetta sé 100 kílómetrar, eða svona cirka 100 kílómetrar. Það ætla að segja að Kínamúrinn sé 100 kílómetrar. Já, hvað er það langt? Þetta er blöð, þetta er leikur. Þú spyr, maður svara. Rikki heldur að Kínamúrinn sé 100 kílómetrar. Hvað segir þú, Egill? Ég var að spá í að skjóta á 10.000 kílómetra. Þú ert nær því að Kínamúrinn er 21.196. Ég stimpla mig bara Rikki, þú varst ekki nema 21.096 kílómetrum frá þessu. Ok, ég stimpla mig bara hérna út. Þú varst helvítið nálægt þessu. Já, næsta mál. Já, allavega, hann er ekki 100 km ekki, hann er 21.196. Ég er búin að segja 5 sinnum. Þú ert ekki langt frá þér. Og þá er þessi spurningi líka hérna í spilinu, alveg skellur og mér langar að koma þér óvart ekki. Fínt að segja það bara svona að hún sé hérna. Nú svarar Egill undan. Hversu mörgum kleinurhingjum þarf að stapla flötum til að þeir nái jafn hátt og Donut Boy Rikki G sem er það bil 1.75 á hæð? Rikkin er aldrei 1.75 á hæð. Hæ? Ég er 1.77 á hæð. Það er ekki spurningin. Ok, ég bara með þetta, ég kalli það bara svo 1.65 á hæð. Ok, hvað heldur að þurfa að stapla mörgum kleinurhingjum? Þeir eru, þeir eru bara lagðir flatir á borðið. Flatir, já. Ok, hversu mörgum kleinurhingjum þarf að stapla upp til að vera jafn hár og kleinurhingurinn er? Já. Shit, er spurning. Ég seti hvað, panik, fólk er að hlusta, pressure. Svaraði bara 125. 125, hvað segir þú, Rikki? Ég ætla að segja 50. Rikki var nær, það eru 69 kleinurhingir. 69 kleinurhingir? Já, en við erum komið með góða gesti hingað í stúdíu. Já, það er King Simivil, eins og Egill kallar hann reglulega. King Simivil. Og hvað ertu með hann?
Nei Herðu, The king með gjafir King of shakes and fast food Right over here Það nýji shakein frá Shakein Pizza. Hvað í þessu? Herðu, þetta piparkökushakein. Piparkökushakein Ég í hörðu jólakötti núna King sem vil Já, það skal taka þetta Og skóplösu The sól skín ekki Hvað er marga kalóriur í þessum shake? Hver að pæli því? Þetta ekkert eðlilega gott. Hver að pæli því? Rikki, þú mátt samt ekki fá þér. Því miður. Ég í miður jólakötti King sem vil Ég hafa búin að tala það sem ég kíkja á því 15. desember Góð hvað þetta gott Ekki ánægð með það? Nú skil ég akkurat með kveðfitu sem ég vil Wow Þetta er ástahaldföld Þetta er enda hrikalega gott. Það er bara þannig. Stundum verða bara þannig að fólk þarf að halda sig fast í á ekki við alla og til þess eru haldföngin. En ekki, það er Black Friday hjá ykkur, ekki Keiluvöllinni? Black Friday líka, sokkabót 3 fyrir 1. Og 2 fyrir 1 líka? Nei, 3 fyrir 1 á öllu drikki. 3 fyrir 1 af jólabjór og 3 fyrir 1 og eigin skullakar. Þannig að 3 fyllibittur mæta Já. 1 kaupir 1 borgar og einu splæsa. Wow. Já, það fínt líka að taka bara allt kvöldi á sig og ekki segja neinum að sé Black Friday. Þannig að kvöldi í Keiluvöllinni fer úr Black Friday yfir í Blackout. Já, Blackout Friday. Það enda með Blackout. Shit. Þannig að ef þið ætla að kíkja út á lífið í kvöld þá mælum við með Keiluvöllinni. Það er Black Friday, 3 fyrir 1 á drikkjum. Það er geggjað tilboð. Og svo er þetta reyndar fáránlega góður Ég shake. bara velkomnir aftur til að bjarga föstudögunum. Takk fyrir Það að vera svona hróp í eyðimörkinni bara. Við erum mættir aftur í vinnunarfélaginu Já, tími til að verða að vinna drikkir. Keep the sponsors happy. Hárrétt. Þetta er lag sem er í miklu uppáldi á mér og heitir OK. It's gonna be okay, segir Robin Schulz og við treystum honum. Þetta verður allt í lagi. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á þessum föstudegi 24. nóvember. Það er nákvæmlega mánuður í aðfangadag. Það er nú bara ekkert svo mikið. Það er bara að þetta er jól. En það er komin tími á dagskrárlið. Ég mætti hérna í gærkvöldi í kringum miðnætti og fór í dagskrárlið sem heitir Stigagangurinn. Nema það við Steindu vorum vanir hérna að syngja bara alltaf á daginn þegar vorum mættir í vinnuna og þá var fólk ekkert alltaf heima. En ég ákvað að taka nokkuð símtöl í gær þar til ég myndi ná einhverju ágætu. Tók smá tíma en ég held ég að náði einum svona hressum sem var ekkert beint til í það að taka jammið á 15-skvöldi rétt fyrir miðnætti. Og ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra hvernig það gekk. Hér kemur, nýr Stigagangur. Halló? Já, Hólmar. Já. Blessaði Bjarni hérna með stöðinni. Já. Hvernig ertu? Bara fín. Ekki, hvernig er eitthvað stemming eða hvernig er staðan á okkur? Stemming. Á stigaganginum hjá okkur, er þetta alltaf jafn dött eða er eitthvað í gangi? Hvað áttu því á ganginum? Já, 15-skvöld og svona, veistu, er þetta alltaf jafn dött bara hérna hjá okkur eða hvernig er staðan á þessu helvíti? Hvað áttu við stemming þá bara í blokkinu eða hvað? Já, bara, ég meina, hvað, er ekki 15-skvöld, menn að það er búin að hendi í sig, mann henni ekki á pubin núna, ekki miklu skemmtilega alltaf að vera bara heima og sleppaði taxan og eitthvað. Já, ég veit ekki, nei, það er náttúrulega ekki neitt að gera sér uppi á mér, sko, núna, bara að drífa sér í hátinn að vinna á morgun og... Já, það er náttúrulega að vinna hjá mig líka, það er bara skemmtilegt að gera eitthvað, þú vilt ekki renna upp á þig og ég er með Dreitilega Morgan hérna og... Nei. Góðan playlista. Ekki núna. Látt ekki svona. Þetta er alltaf svo dögt hérna sem Stigagangi maður. Djöðlar maður, þreytur á þessu maður. 50 dagar, hvað heldur það sé fólk sé að drekka núna? Nei, ég er ekkert bara að tala um að 15-skvöldum. Ég er bara að tala um svo síðust helgi. Það var ekkert að vera eitthvað neginn og mér finnst það svo dögt, þú eru ekki að fara að þjappa og opna saman og gera eitthvað. Ríkalega dögt alltaf. Já, þetta er nú bara staður sem að dýra og maður finnur bara eitthvað annað að maður vil skemmta sér. Já, það er alltaf leigubíl og vesen. Leið mér að ég ætla að kíkja upp á það kannski. Nei. Jó. Þú kemur ekki að börnunir og svovandi og... Já, ég ætla nú ekkert. Við erum nú ekkert að fara að hækka tónlist, þannig ég ætla að þess að kíkja á það, við höfum það. Nei, ég er sjálfur að fara að
sofa, þú verður ekkert að gera hingað til mín. Gemmir korter, gemmir 20 minn. Nei, þú kemur ekki hingað. Leifur að hoppa aðeins upp. Kemur ekki hingað. Það er 50 dagur, ég hef engan áhuga á að vera að drekka og... Mér veistu bara aldrei, ég er bara þó þessi 50 dagur, mér veistu bara aldrei gera neitt maður. Eða bara ég kannski, fyrir ekki að ég ætla nú ekki að vera með dólki, ég vil bara ætla að tjekka hvort það væri eitthvað svona, fattur þau? Ég veist það bara skrítið, það er 50 dagur, ég er bara að fara að vinna klukkan 8 í fyrramálið. Það er bara að drekka með þér núna. En helgina? Nei. Nei, hvað er það að vinna alltaf helgina? Nei, ég bara, mér langar ekkert að drekka. Hvað? Ertu óvirkur eða? Nei. Nei, leið mér, herru, ég ætla nú að gefa það leiðileg. Leið mér að kíkja hans upp að þið. Nei, þú kemur. Ég ætla að hoppa upp með smá dreitilega morgan og... Það viltu bjór frekar? Já, bjór líka og rauðin. Það er ekki hérna. Þú dinglar ekki, þú ringir ekki í bjöllunni hérna á kvöldin. Ertu rauðinsmeðlaði bjór? Ég er ekki að fara að drekka með þér. Ég hoppa upp, ég kem með morgan og smá bjór. Ég kemur þetta smá. Bless. Sumir dagar virðast ósköp litlausir. En ekki þessi föstudagur. Því í dag er svartur föstudagur. Og þá færðu Kevin Bacon, franskar og kók á aðeins 1495 krónur. American Style. American Style. Í dag er Black Friday á American Bar. Að því tilefni verður 2 fyrir 1 af öllum koktelum og verður Túborg jólabjór á aðeins 850 krónur. American Bar, Austurstræti. Black Friday tilboð föstudag og laugardag. Allir walk-on specials á aðeins 1000 krónur. Athugið, engar franskar fylgja. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. KBE kynir í samstarfi við Coca-Cola og Nike. Stórtónleikar KBE í Gamla Bíó. Herra Hnetusmjör, DJ Spegill, Joe Frazier, Birnir og fleiri gestir 16. desember í Gamla Bíó. Miðasala er hafin á miði.is. Veistu hvað er það allra besta og safaríkasta sem þú finnur á íslensku jólahlaðborði? Það er félagsskapurinn. Njótum lífsins saman í aðdraganda jóla. Gull. Léttöl. Black Friday tilboð í iStore Kringlunni. El Santo kynir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1. 50 dagar til laugardaga. El Santo, Hverfisgötu 20. Black Friday í Körfi. 20% afsláttur af öllum vörum aðeins í dag. Körfi, Fákafenni 9 og körfi.is. Black Friday dagar í Drónfly. Valdar vörur og drónanámskeið með alltaf 50% afslætti. Drónfly, Verslun Krókhálsi 6 og drónfly.is. Frábær tilboð á drónum, myndavélum og aukalhautum. DJ iStore Reykjavík Lækjargötu. Sirius suðusúkkulaði sem Íslendingar hafa stólist í síðan 1933. Taktu forskot á fríið, við geymum bílinn fyrir þig og skutluður upp á völl þegar þú gistir hjá okkur. Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel fyrir Íslendingar sem ferðast. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. FM 95 blöð hér á föstudegi. Loksins þegar nákvæmlega mánuður er til jóla. Strákar, það er mánuður í dag til jóla. Já, ég kom inn á það áðan sko, en það sem er að trufla mig núna er ekki, ég er að henda út jólalögum. Erum við byrjað að spila jólalög? Já, byrjum í morgun, byrjum alltaf að spila jólalög, mánuður fyrir jól. Rikki. Ekki það 24. nóvember sko. Ég er ekki að spila jólalög fyrir í desember 1. Herru, ég er að fara að skreita allt hátt og lágt heima í kvöld sko. Þetta er bara svona... Í kvöld. Ertu að fara að skreita heima hér í kvöld? Já, bara... 24. nóvember. Það er mánuður til jóla. Alltaf skreiti kvöld. Ég grisvoldaði yfir mig í rúmfattalartum aðan sko. Og það kaupa skauti í rúmfattalartum. Já, ég er bara grisvoldaði yfir. Ég er að segja það, þegar ég mun kveikja öllum seríunum í kvöld, ég er búin að setja allt upp, þá mun þetta sjást frá Júpiter eða tunglinu eins og í hérna Christmas Vacation. Hvað varst það, veslaði fyrir 500.000 eða? Nei, ég ætla ekki að gefa það upp, en það verður allavega nógu ljósum í kvöld. Þetta er bara hefð, alltaf mánuði fyrir jól þá byrja ég að spila jól. En er allt í lagi með þig, eða þú ert að fara í greiningu, eða er eitthvað aðver, eða? Þú ert náttúrulega grind, sko. Já, ok, ég er kannski Grinch. Það er 24. november, Richard. Það er ekki byrjað að skreita. Þú ert aðeins og snemmi. Nei, hvað er að þér, maður? Það er einn mann sem er búin að skreita. Finn einn.
Ég hef ekki séð neina jólaseríu. Það engin byrjar að skreita. Það fullt af fólki byrja að skreita. Það november, Richard. Búðir byrja að skreita í oktober. Það þú í kvöld að skreita. Með dóttiðina, ertu byrjar að gefa henni í skóin kannski og ljúga henni að séu 40 jólasinnar eða? Nei, ég nú ekki að gera það, en þetta er bara hefð hjá mér. Alltaf mánuði fyrir jól, þá seti ég fullt af jólum á fónin heima, hækka vel. Já, ég fæ bara svona óþæginda gæsahúð bara. Var eiginlega bara vondur að ganga Rikka hana. En neina, ég er enda að fíla það. Jólablöð eftir endar inn í desember. Ég er mikið jólabatt. Sko, það fínt að byrja að skreita svona desember. Já, ég er svona 16. 17. des 16. 17. Þá eru jólinn ánast að vera búið. Það er ekki jól. Þú átt batt, sko. Þú ert nú að skreita í desember, sko. Hörðu, þetta er vika fyrir jól. Það er nóg af öllu þessu jólarugli. Stundu samt þegar ég er að skreita heima á mér, þá hugsa ég átt með mér bara fyrir hvernig anskotan er ég að skreita. Öruglega jólalegstinn á þínu heimil er epli. Hvað sagður þau? Jólalegstinn á heimilinu hans Egils öruglega er epli. Ég er öruglega ekki með mikið jólaskraut og Griswold inn á hliðan á mér, sko. Nei, hann vildi meina að það er Griswold. Ég vil þó mynd af þessu jólaskrautingum kvöld. Ég hendi myndum á okkur í kvöld. Hvað keyptirðu? Ég kefti grílukertaseríu sem fyrir upp á svalirna sem hangir svona niður og svo set ég á handriði líka. Svo set ég svona netaseríu í alla glugga. Og eins og ég segi bara, svo fer jólatrið upp svona 3. 4. Ég líkur hálfvít. Nei, hálfvít, hvað meinur? Borðaði bara epli heima hér. Ekki sýti hann á kalla, þetta er bara fallegt, það er bara jólabað. Ok, þetta er mjög fallegt. Herði, hérna, mér er að spyrja einu blöð. Erum við með sturlaðar hossaskítur í dag, sturlaðar staðrendir? Nei, það er búið Egill og Steindi eyðulögðu það. Af hverju? Af því að heimtu að myndi hætta þegar við komum nýja dagskráralið og eitthvað. Af hverju hætt? Þannig að sturlaðar staðrendir er ekki lengur. Virtasti dagskráraliðinu í þættinum? Já. Bara setja það á ísi, það er bannað það. Búin að vera frá upphafi, sko. Geggjaðu liður. Já, næsta mál. En já, samt handaði er að þú vilt. Já. Hjólabretti voru bönnuð í Noregi frá 1978 til 1989. Vá, þetta vissi ég ekki. Nei. Og veistu að gírafar, þeir gefa ekki frá sér hljóð. Þeir geta en velja að gera það ekki. Aftur er ég að læra eitthvað. Já, þetta er kannski eitthvað sem þú mætti taka þetta fyrirmyndar, Egill. Gírafar geta gefið frá sér hljóð, en þeir kjósa að gera það ekki. Nennir þú að gera slíkt það sama? Þetta er nokkuð sem ég hafa heyrt gírafar að segja eitthvað. Já, ég veit. Lægið á landinu í smá tíma núna. Þetta eru Birnir og herra Netusmjör með Já, ég veit. Og já, ég með smá slúður. One on One Boys voru á leiðinu til Akureyrar en komast ekki þangað í kvöld út af veðri og verða á Sauðárkróki í kvöld. Þannig að góðan skemmtun þar, drengir. En ég átti að skila til Akureyringa að þeir verða mættir á morgun og verða með sitt kvöld sama hvað. Þannig að ekki örvænta. Við sendum kveðju norður. En það er eins og að komin tími núna á dagskráralið sem að já, ég hef alltaf verið pínur hræddur við. Það er spurningakeppni Gilsarans. Já, þetta er um það. Hárrétt. Ég glemdi að spyrja þeim þess að fyrir í dag. Hvað er hérna, hvað er þema? Hvað er King of? King of Spontaneous. Hvað er meira spontant? Já, segast, hver framkvæmir svona, ég ætla að útskýra kannski fyrir að framkvæmir meira svona á stundinni, hvatvís, eitthvað sem gerir svona kannski ósálrátt, skilur hvað við, þetta er spontaneous. Vill maður vera spontaneous, ást? Vill maður vera king of spontaneous? Já, hvað ekki? Ok. Getur þú kasta penna til mín? Það er að fixa með skorinu, sko. Þetta. Thank you. Ok. Ég er með nokkar spurningar og you know the drill. Þú vilt vinna. Já, það er kjarni. Já, bara, maður svarar hreinskili. Já, og skrifaði blaðið hérna blöð Kleini. Kleini, já. Það styttir úr kleinin yngur. Ok, byrjum bara. Keirum við að vera í gang. Já. Hefur þið verið að keira heim eftir erfiðan vinnudag, séð blómabúð, nellt niður, hoppað inn og keypt blóm fyrir konuna? Já, þannig að það var ekki neitt svona valentínusdagur. Ekkert plan, það er þriðjudagur. Anskutin. Já, ég hef gert það. Næja, vel gert. Þú ert að bara að ljúa, Richard. Já, það er ekki lígi. Rikki romantíski? Ég myndi ekki kalla það, ég er búin að vera með henni í 12 ár, ég myndi nú ætla að maður geti gert það einu sinni allavega. Hann er byrjað að skreita í oktober og síðan hann að negla niður og kaupa blóm. Þetta er drauma husband. Já, það er bara hann. Ertu trúlofaður, Rikki? Ok. Hvenær á að gifta sig? Ég ætla líka að hrósa hérna Richard að ég fór í mat til þessu daginn og gaf mér eitthvað með betra nauti sem ég fengi á æfinni. Þannig greinlega, og það var hræðilegu kokkur fyrir svona 2 árum. Nú var sér hann að masterchef. Hvenær á að gifta sig? Hvað er í ópröð? Ég fyrir bara allt og sjaldan í brúðkaup. Ég vil að vinni minni fara að gifta sig. Það verður alveg fyllibittur í því brúðkaupi. Já, hérna, það er eitt og ræðurna þar, guð minn góður.
Þau verða skilin á sunnudeginum. Já Já, ég held að jú, hef ég ekki einhvern veginn þetta já á mig ef ég þekki romantíska blöðar 100% ég held að já, ég nokkuð viss ok, kannski ekki samfærandi já en mér minnir að ég var Sveppi einhvern tímann keypti eftir eitthvað gigg og að koma heim eitthvað varstu ekki þunnur og pingu lítill ég tala þetta svona þriðjudegi eitthvað spontaneous sko skiptir ekki máli hvað dagur var og hvernig mér leið það er bara hvort ég gerði þetta ekki blöður 30 cm sko hefur þú vaknað og allt í hennu rankar við í eldhúsi að búið til geggjaðan brönds fyrir konuna nei, þarna getur við hreinskilin það er ekki break jú nei, Rikki hann talaði geggjaðan brönds það er svo bara að pakka það saman nei, hvað, Rikki, þú sett ristabröð og mandarín á disk hann gerði geggjaðan brönds ég gerði svona litlar ameríska pönnukökur ég gerði bacon, egg ristabrauð þetta grýðast mér okkar að gifta þér já, ég veit ekki hvað er í gangi hérna það er reynda, ég fekst þig að það er 2-1 ok það er 2-1 og það er sko þú þurfti virkilega á fyrsta punktur en býttu, var þetta ekki hérna King of Spontaneous þetta er alltaf eitthvað svona romantíst nei, bara hei, það er 2-1 ok, hefur þú kysst dömu á þess að hugsa já það komið það er svona það, sko varst ekki að hugsa neitt bara, leist vaða orðan þannig, það fór ekki eins og ég hélt að myndi fara Varstu löðrungaður það? Nei, ekkert löðrungaður, meira bara svona, hvað var þetta eitthvað og ég fraus og vissi ekkert hvað ég ætti að segja, ég var í 7. bekk Var þetta á króknum? Þetta var á króknum Varst þetta þar veikur á króknum? Ég man eins og ég var í Guns N' Roses bólnum mínum og gallabuxunum mínum og þegar ég segi gallabuxunum mínum var því ég átti bara einar, ég var alltaf í íþróttafötum Ég fór bara í gallabuxum á ball og þetta var á balli og þetta er gallabuxum og Guns N' Roses ból á balli Já, ákvað það gett svona spontaneous kosti sem var að vanga og ég man mest að lægið var Bryan Adams Everything I do it for you og ekki Summer of 69 Nei, þetta var ekki Summer of 69 en ég hef gert þetta, já Richard Hann er ekki að tala um konuna hérna þá, sko Nei, ok og gæla á það Þarf það að koma fram? Já, við erum bara að ræða máli Ég sagði mína sög, hvað varst þú? Blöð fyrir geggiða sög, það var í Guns N' Roses ból og þröngu gallabuxum Já, ég er bara ekki með þetta minni Rikki, segðu mér þetta er ekki gest á síðustu 12 árum allavega Það var ekki síðustu helgi Geðveikur Þetta er eitthvað í gamla dag Það er 3-2 Það er alltaf gaman Varstu í því? Já, ég var í því Alltaf gaman að rökstiða svörum við hlustendur Já, ég var í því Og hefnast þetta? Já, það gerði það alveg En, húst, það var á Það hefur á skemmtistannu Nellís sem var á Já, það var geggjaðar staður Nellís, gamli góðum Já, ég ætti nokkuð góð partí þar Ég hef verið 18 ára, 18 eða 19 ára Og endaði í einu af þessum 5 mánuða sambönduðinu sem þú talaði um án Nei, ok Það var bara one timer Herru, næsta spurning Hefur verið á biffanum og fengi allt í hennu hugdættu Ég ætla að henda þessu lagamönnum að þessu borði Mér langar í þetta borð Nei, það hef ekki gerst Það hef ekki gerst, nei Ekki séð borð Fólk á því borði Skopla liðuna á borðinu og tilt ykkur Nei, það hef ekki gert Já, það er bara engin punkt þarna Nei Ó, leðilegt Það er punktur þarna, það er engin að taka hann Nei, það hefur ekki að Mátt bara eiga hana punkt Þú þurfum ekki að svara bara satt Hefur þú vaknað í því og ákveða að bóka þig erlendis? Já Nei Það er punktur og blöð 3-3 Dead tight Það hef ég gert Það er ekki þú gert það? Já Vaknað svona meðans í blóðinu Já, ég heyrði spurningunni, ég er búinn að svara það, ég sagði já Er að bóka flug á þjóðhátíð, er það sama? Nei, það er erlendis, Richard Já, ok Þú veist að Vestmann er á Íslandi, sko Já, ég veit það alveg Er það að tala um Kínamúlun á Borgarnes? Maður þarf að fljúa vissulega En nei, þá svarir nei Sko, þetta er mjög spennandi Það er 3-3 Hvað er margar eftir? 4 ok Hefurðu við í bænum með geggjari gellu og sagt svo upp úr þurru á þess að hugsa Já, skellum okkur bara heim Nei, ég hef ekki orðað Nei Ói Já, skellum okkur bara heim Þetta er ekki lína sem ég hef unnið með Ég ætla að henda nei á þetta Samt meiri líkur og þú myndir hendi þess en ég Ha? Já Hvernig færi það út? Hefur þið séð fullan með það? Já, ég er yfirleitt bara ráðandi eitthvað Ég er ekki í standi til þess að vera að tala með einhvern leikna Hendi þessa línu, sko
Ég vildi vera panta leigubíluna fyrir mig, sko. Þetta leigan báða. Það enda 3-3. Hefur verið í vinnunni og hugsa allt í hennu fjandinn, ég hendi bara einn vinnurhristing. Það eitthvað að því. Þú hlæðir alltaf svo að, veist það, finnst þér þú svona fyndin, Egill? Þú hlæðir svo að sjálfa. Þú gast alltaf að klára spurninguna. Það stundum eins og sér 12 ára. Ég gaf mér spurningu, það er náttúrulega eitthvað að, sko. Menn þurfa að vera completely honest. Já. Fjandinn hafa að ég hendi bara einn vinnurhristing. En þannig að, veist, ég hugsa... Já, þetta er já hjá mér, það eru mörg á síðan. Næsta spil, hvað, þú ert að svara þig ekki. Það var líka aðalega því að mér dref leittist, sko. Ég langar svo að jafna þetta, ég bara geta ekki. Ég langar svo... Fjandinn, ég ætla að hendi eitt vinnurhristing. Nei, ég hef ekki gert það. Það getur verið eitthvað... Næsta spurning, hann sagði nei, bara næsta. Okay. Hvað ekki tvær eftir? Hvar var þetta? Það bara kemur það ekki við. Hefurðu dressað upp sem fasteignasala til að krytta upp á samlífi með konunni? Það er nei hjá mér. Já, nei hjá þér. Já. Við vitum svarið það. Vita allir svarið, sko. Það er punktur á Richard. Þú hefur dressað upp sem fasteignasala. Já, með skjalatöku allt. Upp á samlífið með Þurfum ekki að vita accessori, sko. Ég án þess að íkja, ég myndi borga 500.000 fyrir eitthvað vídeo á því kvöldi. Ég er ekki að þá tala um allt sem gerist eftir á, bara það sem gerist áður en fór inn í Þegar bákar með skjaldaskunum. Já, ég myndi borga 500 til það. Ok, frábært. Sko, þú varst í jakkafötum með skjaldaskuða ekki? Já, það er búið að segja þess að sögur. Og þú varst að sína nýbúðinu þegar ekki? Ég hef ekki, þú fengið leða þessar sögur, sko. Það er maður með Riddlers, maður Jim Carrey hérna bara í stúdíónu í græna dressinu bara. Það er bara spurningar eftir spurningar. Herðu, það er punktur á mig. 4-4, hvað er ein eftir? Ein spurning eftir. Og sko, núna þurfum menn að vera completely honest hérna. Þetta er mjög mikilvæg spurning. Hefur vaknað eftir skrall og opnað eldsnögt í raunin á þess að taka eftir því fullorðins síðu? Nei, ekki á þess að taka eftir, nei. Fullorðins síðu? Þið fullorðna? Á þess að taka eftir? Já, þú veist, þú bara vaknar, opnar tölvun og opnar fullorðins síðu. Nei, það er... Richard? Oftast veit ég hvað ég er að gera þegar ég opna síðu, sko. Ég er ekki að tala um að setja að gera þetta hvernig en á þess að við veit ekki að því, bara, þú veist, þetta er spontaneous, vaknar, fartölva, opnar Nei, ég sé nei á mér. Þunnur eitthvað eftir skrall? Já, ég veit alveg hvað þú ert að tala um, en oftast fer ég á fætur. Mér sýnist eins og ég sé að fara að fá punkt frá Richard. Nei, ég er bara að hugsa þetta, mér minnir ekki. Þú tvillibita? Það er storm, herðu, hann er ekki tvillibita. Nei, þú veist, ég vaknar oft eftir skrall. Fyrsta sem ég hugsa bara, þú veist, þegar ég vakna eitthvað svona, þú veist, þá bara hvernig kemst ég inn um daginn, sko. Hvernig lifir hann af? Og hvað, maður að panta sér að borða það? Þetta er þá bara dead time, 4-4. Já, þetta er stórmestari jættefli, til hamingju ekki. Við erum báður king of spontaneous. Og ég er king of, já, ég veit ekki hvað hann er king of. Það er svo sannarlega bjart yfir svörtum föstudegi á American Style. Kevin Bacon, franskar og kók á 1495 krónur. Aðeins í dag. American Style. American Style. Tímarit Geysis kemur út á laugardaginn. Geysir. Black Friday er svartufössari og við tökum þátt. Það er Black Friday alla helgina í Keiluhöllinni sem við bjóðum 3 fyrir 1 af Jóladúborg, Karlsberg og Egilskull á krana föstudag og laugardag frá 8 til 12. Happy hourin er á sínu stað 2 fyrir 1 af öllu öðru og rútuferðir niður í miðbæ eru frá 11 til 1. Hvað get ég sagt? Keiluhöllin Egilsöll og Black Friday helgin. Vonaði verður samt ekkert blackout. Vantar þið orkuskot? Nú farðu 4 Evolve orkudrykki saman í pakka á ofur tilboð í Æsland. Aðeins 149 krónur pakkin. Æsland, opið allan sólarhringinn. Black Friday tilboð föstudag og laugardag. Allir walk-on specials á aðeins 1000 krónur. Atugið, engar franskar fylgja. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Óskaskrín er frábær glaðningur fyrir starfsfólki þitt. Óskaskrín fæst í verslunum Pennans Eymundsson, Hagkaups og á óskaskrín.is. Óskaskrín, upplifun í öskju. El Santo kynnir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1. 50 dagar til laugardaga. El Santo Hverfisgötu 20.
Black Friday tilboð í iStore Kringlunni. Stella Blómkvist. Morð inn í sjálfu stjórnaraðanum. Ný íslensk þáttaröð sem enginn má missa af. Þetta lyktar allt af samsæri sem nær alla leið til forsættisráðherra. Mundu það, Stella Blómkvist. Það betra eiga mig að vin en óvin. Stella Blómkvist. Öll þáttaröðin komin í Sjónvarp Símans Premium. Svona á sjónvarp að vera. Black Friday í Körfi. 20% afsláttur af öllum vörum aðeins í dag. Körfi, Fákafeni 9 og körfi.is. Við sérhæfum okkur í asískri matagerð, hollur og ljúffengur matur. Vietnamese restaurant Suðlandsbraut 8 og Laugavegi 27. Sími 588 68 68. Frábær tilboð á drónum, myndavélum og aukahlautum. DJ iStore Reykjavík Lækjargötu. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. Stendur FM 95 Blö hér á föstu degi. Loksins komnir aftur tilbaka eftir smá pásu. 24. nóvember í dag. Auðun Blöndal, Reki G og Egill Einarsson hér við stjórnvölinn. Já, við erum að fara í DJ-keppni hér í FM 95. Er það núna? Já, ég elska það. Bara hendi það. I like that. Ég var eiginlega of kokki síðan, sko. Já. En áður fyrir mér hana, Blö. Já. Ég var spáð að Geir í einn smá koncept. Nú, ok. Í DJ-keppninni? Nei, bara uppdata fólk með við erum að gefa hluti. Já. Út af því að við vorum að tala reyndar rétt svona slæm hugmynd. Ok, slæm. Steindiveg hugmynd að við myndum mæta, við erum með leik með alvöru skell á síðunni Facebook, facebook.com/skellur og við myndum mæta heim til einhvers og spila með þeim. Mér finnst það hljóma, ég er búin að vera með svona kvíðatilfinningu yfir þessu í maganum. Já, ég held að það sé alveg stemming. En við fyrir bara heim til einhvers, það ekki ekki neitt. Já, við drögum eitthvað út. Já. Farið bara heim til einhvers ókunnus banki upp á ef að spila. Steindi talaði hann alltaf hendi í eðlu og... Já, hann lappar hann í eldhúsi ókunnum og hendir í eðlu og við spilum. Já. Með fjölskyldu eða vinum með eitthvað. Þetta er alveg skemmtilegu leikur, þetta er öðru í sig. Já, ég veit ekki að þetta er svona... Ég meina stundu þarf maður ekki að fara út fyrir þægindarhringina. Já. Ég hafði ekki að tala um það. Svona þægindarramman, jú. Já, og já, þá bara Steindi stjórnar þessu bara. Já, hann segir þennan leik. Og þetta er mjög einfalt. Við þá bara einhver ég segi ekki að heppin, óheppin. Nei, bara einhver mjög heppin. Það er líka að gefa spil og út að borða. Já, sko, þetta er góða vinningur núna. Þið fara á facebook.com/skellur. Það er dröfum 5 út sem fá spil og fá hítasveislu fyrir 2 á Red Chili. Þannig að free meal og spil og sé alltaf einhver af þessu og fólki sem fær okkur í heimsókt, sko. Ég er ekki vissum hvort það sé jákvætt en þannig að nú erum að gera að henda sér bara inn á Facebook /skellur og taka þátt í leiknum. En það er hins vegar komið að DJ-keppni hér hjá okkur í FM 95 Blö og það er búið að halda 2. Ég hef vunnið eina og Egill hefur vunnið eina. Ég rústaði síðustu keppni. Já, þú var sterkur í síðustu keppni. Ég líka var að taka, ég var á kokki í síðustu keppni. Þú tekið enga sénsa. Nei, þú sagðir að ætti engin breykið í síðustu keppni. En þetta er þannig að við eigum allir að velja 3 lög, við höfum 90 sekundur allt í allt, svo ringið þið í 511-0957 og segið hvaða mix ykkur fannst best eða á hvaða staði helst vilja vera það þegar lögin eru að detta inn. Og ég var aldrei við síðastur, ég ætla að vera 3. núna. Ég var miðjunni síðast. Þú var aldrei við síðastur? Nei. En verður ekki bara Kleini fyrstur það? Já, Rikki, þú byrjar. Já, ég setti ekki alveg sko að því að ég er nú svona frekar professional í þessu. Ég setti ekki nóg mikið metna því ég fór í þetta fyrst. Ég held þetta væri eitthvað svo alltaf auðvelt með að... Já, þú ert náttúrulega virtur DJ. Já, ég meina hann er...
Ég veit að segja vinsast DJ landsins í dag, Richard. Ég ákvað að gera þetta alvöru núna. Gera þetta bara almennilega, hrista bara upp í almennilegt mix. Það betur bara 3 lög eða eitthvað. Já, 3 lög á 90 sekúndur. En lagður meiri með, þú veit að því að upptötu hlustendur, þú klippir fyrir okkur alla 3. Nei. Þannig að gerur þitt eitthvað miklu betur fyrir okkur. Nei, þetta bara það sem ég átti fyrir. Ég ætla bara að hafa þetta svona smá söður-amerískt tema í þessu hjá mér í dag. Svona föstudagur, það eru fullt af jólalhlaðborðum að byrja núna helgina og ég ætla bara svona alvöru dansparty. Hér kemur, mixið hans Rikka í DJ-keppni FM 95 Blö og svo hringið þið nú eftir. Rikka hér í DJ-keppni FM 95 Blö og Rikki, þú veist að ég fílaði tætlu sem DJ en þetta var ekki að kveikja mér, þessi listi. Nei, enda þú að vinna meira með Nirvana og eitthvað, myndi fljótlega fara í snuruna, ég myndi lappina og skemmta. Nei, ég ekkert að vinna með Nirvana í dag, en þetta var bara ekki nóga góður, mér maður fyrir inn og skemmtist það og þetta væri í gangi. Byrjaði mjög sterkt, sko. Ég fari beint á barinn, sko. Já, sko. Það er það sem þú vilt sem DJ. En sko, salsa er mjög heitt í dag og nú velta ég fyrir mér, Rikki að höfðu til allra salsa sjúklingar núti og mun að loka þessu á því, ég veit það ekki. Ég vona ekki. Það kemur í ljós á eftir, þið ringið 511-0957 þegar allir eru búin að spila sitt mix. Egil, það komið að þér. Já, ég tek enga sjensa í dag með mínu mixi og ég spilir á það að þessi þáttur eru á föstudögum, ekki mánudögum, ég vinn svolítið með það koncept og ég byrði alla þá sem að voru að hugsa sér að vera blá í edru helgina, skipti yfir exið nú og ég ætla bara að segja sem minnst, þetta er ekki flóki, kæri er í gang, opnið kaldan, kæri hlustendur. Ég sýrspann að segja, hann tók enga sjensa í ár. Tókstu enga sjensa mér? Nei. Ég er ekki svo blöð að rífa menn niður sko, byrja á mér fannst það bara gott hjá Gilsanum. Gæði það, Richard. Hvaða tjöfla sér að var það í byrjun? Timmy Trumpet. Það er vinnu minn. Nei, ég er ekki að drakka neitt niður, það er bara svona misjafn. Og síðan Jónas og síðan Baxter, en ég tek ekki að sjans í dag. Ég stefna þægilegan clean sheet sigur. Ok, þá er einn playlist eftir og það er minn. Ég tel mér nokkuð sigurstranglegin í dag svona með fyrstu 2, en svo veit maður aldrei. Þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. Þetta er listið sem ég myndi hendi ef ég var að mixa einhverju skemmtistæði kvöld. Uppbyggingu þessi, byrjaði á svona þægilegu rappi og endaði á rocklægi, þá verður allt vittlust í lokin. Þetta var svona sunnudags þetta er svona, einhver píano. Þú varst að rósa þessu áðar ekki og sagði ég var sigurstrangleg núna af því að mér fannst til ekki flottur. Ertu þá núna að segja þessi lélegt? Nettur píano bara í þessu. Rikki rétt á sinni skoðun. Já, Rikki var að rósa listan maður bara, blöð, sigurstrangleg núna. En þetta er ykkar höndum 511-0957. Hlustundur á það, sko. FM, hvaða listi fannst þér bestur? Herðu, þetta var Kleinarinn. Þetta var Kleinarinn? Já. Rikki var þitt atkvæðin. Hann er komið með salsa. Takk fyrir að ringja. Já, þetta var einhver salsari. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða listi fannst þér bestur að þessu? Herðu, Egil er með þetta. Já, correct. Sammálamestari. Gerast það? Sammálaðið. Egil var ímyndstæð frá Tomorrowland í verða. Já. Hann var á Tomorrowland. Já, þetta er Timmy Trumpet. Ég kynnti svo þið mestar almennilega þar. Mikill kongur. Takk fyrir að ringja. Við fáum hér næsta. FM, góðan daginn. Gilsarinn, það er þetta stig. Eina sem kemur óvart, ég er ekki með clean sheet. Það er ekki komin á blað, sko. Herru, takk fyrir að ringja. Við fáum hér næsta hlustanda. FM, góðan daginn. Góðan dag. Já, góðan dag, hvað segir þá? Blessaður meistar. Þú er ánægðið með ykkur strákar. Eða ekki? Stilmar, jú, er það að grínast. Herru, ég verða ekki á blöð þetta stig. Já, þessi vel hress og feskur. Ég heyri það bara. Hann einu rockara frá fáskursfyrðalínuna. Það var reyndar helviti sterkur en blöð var með vinni. Hann var að hrósa þér. Já. Herru, takk fyrir að ringja. Þessi var í góðu skap, ég djúðlar ánægð með hann. FM, góðan daginn. Líka fössari, sko. Góðan daginn. Góðan dag, hvaða listi varst þið bestur? Herru, ég hefði happað út ef auðvitað hefði verið að stilla völd. Já, alveg. Rikki færi þetta. En býttu, fílar ekki in the club? Salsa þetta ándi. Hann fílar bara ekki from dusk till dawn. Þetta byrjaði vel hjá blöðorðunum en það er fíkalega hjá hún. Já. Takk fyrir að ringja. Byrjaði vel sagðan. FM, góðan daginn. Það var reynskil þessi. Góðan daginn. Hvað fannst þér besti listinn? Herðu, sko, ég ætlaði að vera edru kvöld, þá ætlaði að mixa að skilsa hans kom. En svo kom mixi og öll og ég held ég verði bara edru. Hver fannst þig? Gilsari. Ég var að byrja að merkja með mig. Hann ætlaði að hella í sig, heyrði þið segja þitt shit blöð og ætlaði að vera blá edru. Hætti að segja mitt shit blöð. Takk fyrir að ringja, vinnur. 511-0957, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Jafna, nú fáum loksins dömu á línuna. Hvaða listi fannst þér bestur? Herru, ég verð bara að segja blöð. Hanna, grunað. Þetta er allt og spennandi. 3-2-2. Takk fyrir að ringja og bara hafa það gott um helgina.
Já, takk. Ok. Ég þarf 2 punkti viðbót, það er búin að loka þessu. FM. King Richard. King Richard, 3-3, voðalega jafn, maður. Ég tek fram danskona. Ég elska Málega Rikki að fá alla salsa þetta ándunan úti inn. Já, ég heyrði bara þetta var salsa maður. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað listir hans til bestur? Það er Egils. Yes. Egil 4-3-2 Einni viðbót, ég er búin að loka þessu. Takk fyrir að ringja. Takk meistari. Egil getur lokað þessu núna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er blöð. Hanna, 4-3-3, takk fyrir þetta snillingur, mikil spenna, takk fyrir að ringja. Ég þarf punkt núna. Og það var það hér, FM. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað fannst þér best? Mér fannst eiginlega Uddi rústa þessu í algjör bull. Hanna, 4-4-3, takk fyrir það mestari og eigðu góða helgi. Það, ég rústa þessu í algjör bull. Þetta er punkt frá 9 ára. Nú þarf ég eitthvað tekna á hausinn, svo ég klára þetta. FM. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er mikil press á þínu atkvæða, 4-4-3. Þetta er erfitt, en ég verður að hrósa ykkur að koma aftur sterkinn. Takk fyrir það. Þetta var pínlegt, sko. Takk fyrir það. Herðu, ég ætla að gefa það úrslitin og það er ingen annan en Rikki G. Já! Það er 4-4-4. Þetta grínast. Þetta er mest spennandi DJ-keppni af all time. Næsti hlustandi ræðu hver vinnur, takk fyrir að ringja vinnur og takk fyrir peppið. Ég hef ekki verið svo stressaður í mörg ár. Nei, þetta er úrslit atkvæða, 4-4-4. Hvaða listi fannst þér bestur? Góðan dag. Já, góðan dag. Þetta er mikilvægast atkvæði í langan tíma hér í FN95 blöð. Það er svona þess. Ég hugsa að ég myndi dansa fyrir ykkur G, sko. Jó. Salsa Rikki vekk 2 síðan. Allan daginn. Ég ætla að bjóra upp að drikk næstu og kemur Takk fyrir að ringja og eigðu góða helgi. Já, sömuleiðis. Hann lættist þetta aftan á okkur. Salsa Rikki, trúið sig. Þetta var satt sniðut hjá hann, menn að betta á salsa. Það er eðlilega vinsalt í dag. Er það á Íslandi sem? Bara út allan heim. Ok, þá ætlum ég að opna salsaklúb bara strax eftir helgi. Til aðmyggjur ekki. Ég held ég var að fara. Þetta er ángrínsvekkjandi. Black Friday er svartu fössari og við tökum þátt. Það er Black Friday alla helgina í Keiluhöllinni sem við bjóðum 3 fyrir 1 af Jóladúborg, Karlsberg og Egilsgull á krana föstudag og laugardag frá 8 til 12. Happy hourin er á sínu stað 2 fyrir 1 af öllu öðru og rútuferðir niður í miðbæ eru frá 11 til 1. Hvað get ég sagt? Keiluhöllin Egilsvöll og Black Friday helgin. Vonaði verður samt ekkert blackout. Lífsalinn Glæsibæ býður 15% afslátt af öllu Nicotinell lífjartyggigúmíi út nóvember. Afslátturinn gildir af öllum styrkleikum og bragðtegundum. Lífsalinn. Tímarit Geysis kemur út á laugardaginn. Geysir. Black Friday tilboð í iStore Kringlunni. Hver segir að þú getur ekki málað eldhúsið í sömu litum og besta vinkonaðinn? Komdu með mynd og við hjálpum þér að finna rétta tónin. Slippfélagið málingaverksmiðja. Við finnum út úr þessu. Jólin koma snemma í ár. Nú fylgir Apple TV 4K á 0 krónur með 12 mánaða áskrift að sjónvarspökkum 365. Tryggðu þér skemmtilegra sjónvarp sem er stútfullt af fjölbreyttri og vandaðri dagskrá. Pantaðu áskrift núna á 365.is. Athugið að 50 fyrstu áskrifundur fá inneign í Æslandverslun að verðmæti 10.000 krónur. Svartur föstudagur á American Style. Kevin Bacon, franskar og kók á 1.495 krónur. Aðeins í dag. American Style. American Style. Apple Watch hugsar heilsuna þína. Epli, Laugavegur og Smáralind. Veljum góðan lífstíl, látum gott af okkur leiða. Org, gerum eitthvað gott. Lífstílsverslun Kringlunni. Stella Blómkvist. Morð, inn í sjálfu stjórnaraðan. Ný íslensk þáttaröð sem enginn má missa af. Þetta lyktar alltaf samsæri sem nær alla leið til forsættisráðherra. Mundu það, Stella Blómkvist. Það er betra að mega vin en óvin. Stella Blómkvist. Öll þáttaröðin er komin í Sjónvarp Símans Premium. Svona á Sjónvarp að vera. Kæru hlustendur, athugið svartur föstudagum frá miðvikudegi til föstudags og örugglega laugardaginn líka, tæplega þriðjungsafsláttur af öllum skóm, Jói Útherji, Ármúla. Jólaseikin í ár á Shake & Pizza er piparkökusshake. Silki mjúkur rjómaís, blandaður nýbökuðum piparkökum með þeyttum rjóma og piparköku á topnum. Bragðgötunir munu þjóðstætta jólunum hjá okkur. Shake & Pizza, Egilsvöll. Ekki bíða til föstudags.
Í fajitas í kvöld Santa Maria Gítarar Tónarstuðin, Skipholti. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Með Chained to the Rhythm. Hún var mitt í slúðrunni hjá okkur hér fyrr í þættinum. Fór á stefnumót með The Weeknd. En já, samkvæmt þeim hann út í Hollywood og þá gerðu hann bara til þess að hefna sína á Selena Gomez sem að mjög skrítið. Og efast að sé satt. Þetta celebrity beef. Já, það þekkt. Egil vill að þetta sé celebrity beef, ég ekki viss að það samt. En það komin tími á nýjan dagskrárlið. Þetta liður sem að, fættist í fríinu þegar við fórum út að borða og hugsaðum nýja liði og hann heitir Hver líklegastur? Hver líklegastur? Þessi nýji dagskrárliður, þá komum við allir með spurningu. Egil fær eina, ég fær eina og Rikki eina og við spyrjum spurningu og við skrifum niður hver líklegastur á okkur þrem til þess að þurfa, hver líklegastur til að gera þetta eða hvernig sem spurningin Ok. Ég held að þið fattið þetta, en það vitið út á hvað leikurinn gengur og ég held að hlustendur verða ekki lengi að ná þessu. Ég skal bara byrja, mín hérna þægileg. Þegar nú Steindi ekki með okkur í dag. Og við skrifum niður á blað og svo bara svara maður. Já, þarf ekki að skrifa niður, þú mannst nú væntanlega svari. Það með ekki að snúa á sama tíma eða eitthvað. Nei. Ég ákvað að taka þessa spurninga því að Steindi í frí og verður mættur næsta föstudag. Ég ákvað að spyrja og mér finnst þetta áhugaverð spurning. Hver líklegastur af okkur þrem til að byrja að reykja? Nú reykir enginn á okkur, enginn reykt. Hver á okkur líklegastur til að byrja að reykja? Og ég ætla að byrja á þér, Egill. Richard. Rikki? Já. Ákveð heldur Rikki sé líklegastur? Og það er nautnasakur. Og það nautna reykja það. Fyrir það sem er í því. Háður því og hann hefur notað, hann fengið sér vöruna á stundum. Og hann er gólfari. Þeir fór svo oft síkó eftir að taka 18 hólur. Blöð hefur tekið í vöruna, hann golfar. Hann sagði bara Rikki. Og hann er DJ og DJ að fá svo oft síkó líka. Það má ekki reykja á skemmtustöðum, ég stend hann í 4 tíma sko. Það er slökustu rök sem ég heilt nokkuð til. Það er postið. Guð með góður. Hann var bara að segja að það er líklegast til að reykja Rikki. Þetta er nú ekki hættulegt. Hvað var þitt? Hvað sagði þú Rikki? Ég verði að henda mig á þetta bara. Já, hvað varstu brjálaði með þess að? Já, ég held bara að myndi segja hvað annað. Þú myndir aldrei byrja, Auðun, ekki séns. Ég fekk með smók í hvernig var það, ég var svona 16-17 ára í Þórsmörk, nei hvað hétt, Galtalegg fekk ég smók á einhverjum Salem Lights eða eitthvað. Það var svo mikill viðbjóður. Fekstu þið smók og pönnugöggu? Hvað er það? Smoke and a pancake. Smoke and a pancake, góða punktur. Og þú veist, og ég var ekki að finna mig því miður. Ég sagði Rikki líka, þannig að við vorum allir saman á því að Rikki var líklegast til að byrja. Ég hef áður gert þetta. Ég sé því alveg fyrir mér, halda döiti síkó. Það var í weird eða blöðvar með síkó. Þannig að við vorum að leika núna í Steypustöðinu og þá var ég að leika eitt gauð sem var að reykja og Steindi hann hló bara því að hann fannst ég svo halda svo vittlust á síkartinu, hann hélt í rétt á henni, hann sagði bara hún á að vera hluta þér, ég bara án að vera hluta mér, það er eitthvað rugglar bara held á þessu. Góður álíking hjá henni, já, frábær, partur að þér. Æðislegt. Þá komið að þinni spurningur ekki, það fá allir eina spurningu. Hvað vilt þú vita hver líklegastur? Hver líklegastur okkur ef við værum allir á lausu að fara á blind date? Ok, þú stjórnar hvað byrjar? Ég ætla að kasta boltanum yfir á Blöð. Egill væri mjög ólíklegur að fara á blind date. Hann er svo skúffaður eitthvað. Þannig að þetta er annarkvort ég eða Rikki held ég. Ég nú ekki mikið fyrir að fara á blind date. Ég held að ég verði að gefa þér það Rikki. Ég hugsa að þú væri nú líklegastur. En þetta er ekki illa með. Nei, ég er bara allt í góð með það. Sko ef þetta væri, ef það væri kannski búið að lýsa manneskjunni fyrir mér og svona og þetta væri vinkon einhvers, þá myndi ég alveg hugsa, en ég held samt að þú væri líklegri að þú væri að lausu að væri að setja upp blind date. En ég segir Rikki. Gilsari. Þetta er auðvitað spurning sem ég fengi á hefði minni sko. Þetta er 150% blondel. Er Rikki ekki þessu nálægt þessu? Ég skrifaði blondel. Er Rikki aldrei eistun í að fara á blind date? Ok, þetta finnst mér skrítið því að nú er ég eini maðurinn hérna í stúdíónu sem er á lausu. Þú getur farið og hitt einhverja mannesku svo þekkir ekki raskat og fara á blind date. Blöð getur það.
Það er eitthvað sem Blondale getur gert. Þannig finnst þér líklega en ekki? Sem ég verður viðurkenna, ég gæti aldrei. Já, ég veit að þú gætir aldrei. Nei, ég er bara viðurkenna. Finn bara við, ég skrifaði Blondale í þokkar. Er það ekki? Jú. Ná, þú segir það samar ekki? Heldur ég verði líklega en þú? En sko, mér finnst þetta samt sko virðingavert að geta þetta. Að hitta ykkur að hitta svona að borða. Að geta neitt. Þekki hann ekki neitt. Já, hvað segir þú? Hvernig ertu? Bara góð, þekki. Það sem mátt að segja, þetta er ekki flókið sko. Þetta er tricky blöð. Ég er alveg people's person en þetta, mér myndi finnast það weird. Segð ekki með 30 sekúndna þögn, hvað gerir þú þá? Þá kemur þú bara með nýja spurningu. Það er flottast sem fólk gerir þegar það er þögn. Blöð fyndin vanur að tala og ég held að blöð höndliða vel. Ég meina kanin er mikið í þessu, blind dates. Íslendingan er ekki mikið í blind dates. Þetta er meira bara svona að fá sig yfir í bíómynd og gera niður sig. Þetta er ekki fara út að borða og Ástæðan fyrir ég íslensku, hvernig menningin í Íslandi er. Ástæðan fyrir þannig frekar á Íslandi, sko. Ástæðan fyrir ég sá þessa spurningu fyrir mér að því ég hefði séð blöð fyrir mér ef hann hefði ekki verið orðinn eitthvað þekktur að fara í djúpulögina. Fórst aldrei djúpulögina? Ég? Stimmi fór. Já, Stjáni, finna mig, Kristján Varsíus. Já, og Lieutenant Dan. Og Lieutenant Dan. En þá er Egill eftir, þá er, já, þú ræðir núna. Hver er líklegastur í hvað? Hvað spurningar þú með? Hver er líklegastur til að vera gripinn berrasaður í einhverju rugli bak við tré í miðbæ Reykjavíkur? Veitu sko, við vorum að tala um hver var líklegast til að reykja og fara blind date og hvað, bara nakinn bak við tré. Akkur kemur þetta mér ekki óvart? Nei, þetta er bara. En þetta er létt spurning. Þú sagði við mig samt að koma með eitthvað spurningu. Já, þú mátt bara spyrja það sem þú vilt þig. Byrjum að blöð. Þetta er Rikki. Nei, nú er ég bara að segja það. Það hann drekkur sér alltaf ofuröfli. Nei, hann gerir það ekkert alltaf, en hann var í líklegastur af okkur til að vera berras. Við erum búin að tjama nokkur svona samanblöð. Ég er ekki að segja það, annars ég er ekki farið á blind date. Ég hef aldrei farið á blind stefnumót. Hefur þú sem er berras saman við eitthvað tríð? Nei, sem betur fyrir ekki. En þú ert líklegastur okkur tríðan. Já, ok. Minna, þá er ég að hugsa og kannski búið með 2-3 og mikið og þú ert að pissa eða eitthvað. Gerir þið niður og tekur rokkar að piss. Og dettur síðan. Ég hef alveg séð þig í ástandið þar sem að þú þurft að pissa á golfvelli og það hefur ekkert verið ósvipað. Í Búlgaríu. Já, takk fyrir að minnast á það. Hvað, ræðið skilna fórnum minn á veistu það? Þú dast út í poll? Nei, ég dætti út í poll, þetta var heil tjörn með krókódílum í, sko. Var hann að pissa og datt út í tjörn? Nei, hann var að reyna að chippa. Já, ég sé Rikki allan daginn. Já. Ríkard, þú fær svarett? Aldrei blöð. Gilsarinn, hann plantar sér oft, þannig ég verið að henda að gilsa. Já, ég hef alveg séð Egil planta sig. Já, ég planta mig, við ekki það. Það sem að næri ekki til þín, sama hvað maður segir við. Hvað er það að planta við hliðin á tré? Tvær plöntur. Berrasaður. Þetta er þetta rétt, hann er ekkert ólíklegur. Það væri hræðilegt að lendi því, við ekki það. En það vita náttúrulega allir svari hjá Agli, þannig að þetta skiptir einhver máli. Það er Richard. Já, ó, frábært. Ég er bara aldrei að pissa á æði. Þetta er því að máli. Richard þarf ekki nema 1 bjór, þá var hann mökkaður. Nei, það er nú breyst aðeins. Já, aðeins meira þól. 2-3 kannski. En ég er ekki að meinast að þú setja eitthvað að gera eitthvað skringilegt, Richard. Þú ert bara, þú stendur hann bara og veist ekki hvað heitir berrasaður, bak við tré. En þú þurftir auðvitað að koma með berrasaður. Það þurfti að vera berrasaður í ykkur rugli. Þannig að í þessum nýja dagskrárlið sem heitir Hver er líklegastur, þá er Rikki líklegastur til að vera berrasaður í ykkur rugli bak við tré. Ég er líklegastur til að fara á blind stefnumót og Rikki er líklegastur til að byrja að reykja. Og Egill slapp. Já, það er veisla. Þetta er góð lið. Þetta er ekki alveg nóg gott, sko. Það var nóttar. Serrano. Fresh, happy, Max. Hvað segja dýrin? Bók íslensku dýrin með hljóðum. Lesum dýrin og heyrum þau tala. Sögur útgáfa. Hæ, þetta er Sara í Unique. Stelpur, þið viljið ekki missa af afslættinum á Black Friday hjá okkur. Það er 20% afsláttur af öllum vörum. Já, þið heyrðu rétt. Ég sagði 20% afsláttur af öllum vörum. Unique, Kringlunni og unique.is. Þú vilt alls ekki missa af svörtum föstudegi Bauhaus. Opið frá 7 til 19. Bauhaus, gæði, gott verð og góðar stundir. Hjá okkur færðu kraftmikla þjónustu á sjálfsafgreiðsluverði. En komdu inn í hlíðina. Í dag er svartur föstudagur í Smáralind. Glæsileg tilboð allt hús. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind.
Black Friday tilboð föstudag og laugardag. Allir walk-on specials á aðeins 1000 krónur. Athugið, engar franskar fylgja. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Gefðu góða gjöf. Jólahandbók Eirbergs komin út. Stútfull af snjöllum hugmyndum. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Happy Hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Apple Watch hugsar heilsuna þína. Epli, Laugaví og Smáralind. Svartur föstudagur á American Style. Kevin Bacon, franskar og kók á 1495 krónur. Aðeins í dag. American Style. American Style. Gaktu á gæðum. Parkett og golf. Ármúla 32. Hæ, þetta Sara Unique. Stelpur, þið viljið ekki missa af afslættinum á Black Friday hjá okkur. Það 20% afsláttur af öllum vörum. Já, þið heyrðu rétt. Ég sagði 20% afsláttur af öllum vörum. Unique, Kringlunni og unique.is. Pítsur, borgarar, alvöru kjötsúpa og heimilismatur í hádeginu. Það gerist ekki betra. Dalakofinn á Laugum í Reykjadal. Jólashakein komin á Shake & Pizza. Piparkökushake. Já, ég sagði piparkökushake. Þú átt ekki eftir að trúa þínum eigin bragðlaukum. Við á Shake & Pizza erum búin að bíða í 10 mánuði eftir að geta boðið ykkur upp á jólashakein í ár. Shake & Pizza. Við einfallega búum bara til gómsætan mat. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það hárrétt að Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og já, ég vil minna fólk á að það Black Friday í Keiluhöllinni og það 3 fyrir 1 á drykkjum, jólabjórum og öðrum. Þannig að ef þið ætla að kíkja eitthvað út í kvölda þá mælum við með Keiluhöllinni. En það eitt sem ég langaði að gera, Riki. Já. Að því að, segðu núna alveg satt, þegar við fórum út á borðindaginn á afmæli FM 95 Blö, þá varst þú að hvart þá voru þið steindi eitthvað að ræða hérna augljósa staðreyndir. Og þú sagðir orðrétt, verður nú á hreinskilinn, þú sagðir ég mjög góður að gera augljósa staðreyndir. Rétt. Já, ég líka ekki að hlustendum, ég sagði það. Já, og ekki búið með marga. Nei, en af hverju viltu ekki gera augljósa fyrir okkur? Af því einfallega vegna þess að þið eru bara son of a bitch. Þið hlægir ekki. Þið eru svona ákveða að hlægja. Ég hlægir ekki heldur í að steinda, sko. Þetta mjög særandi að heyra þetta. En ég til dæmis pælti í einu, til þess að gera þetta minn óþægilegt, þá baði ég eitt skipti, ég tók þið inn í fundarherbyggju og baði þeim að hlæja sérstaklega, þú sagði, já, ekkert mál. Og það hlótti ekki einu sinni. Ok, en eftir það góður að gera augljósar, getur þú gert það núna á staðnum eða ég myndi blata það? Ég myndi segja, herru, hvað með 2-3 ára augljósar? Já, ég gæti alveg gert það, en ég ætla bara ekki að gera það. Ok, en við lofum að hlæja. Ég skal lofa, ég skal ekki lækka í beddanum, ég skal setja hann undir og við lofum að hlæja. Lofið að hlæja og vera bara svona, já. Ok, getur það gert það? Ég lofa að hlæja. Minnsta málið, ég get bara samið í haustum núna, sko. Ok, maður segja, ég ætla að finna hérna beddan, sendu 2 meðan. Já, ok, ég strax kom með eina. Við erum að fara hér í augljósa staðreyndir með Rikka. Hann talaði um það daginn, hann væri mjög góður að gera þetta og við ætlum að prófa með hlátri. Þið verður þá að hlæja. Ég skal lofa að lækka ekki beddanum, ég lofa að hlæja. Ok, gott er Rikki þinn. Ok, beddin hátt eða? Já, ok. Já, hann vel undir. Skór hermast ekki. Ok, þetta verra eftir mig. Þegar bara farið, gera eitthvað. Hvað var þetta? Ég var að hlæja. Ég var að vera mjög genuine hlátur í blöð. Fannst þér þetta að vera genuine hlátur? Þetta hlóst þú ekki, þú ætlaði að hlæja líka. Ég er að segja það, þetta verra bara en að hafa þögn. Nei. Það hefur verið betra að hafa þögn. Ég, sko, svona hlær blöð. Gott með einan. Ekki slakað á. Já, verður feskur. Æstur eitthvað alltaf. Ok. Gott með einan. Ok. Karlmenn verða ekki óléttir. Æ, ég er ekki Bess. Ég er farin. Þetta var mjög gott hjá þér í dag. Farin. Við náðum að plata þig. Það voru góðar. Ég hló allan tíma.
falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for the world and the vision we fly. Þetta eru Imagine Dragons með Whatever It Takes. Ágætislag hér á ferð. Við erum ekki byrjað að spila jólalög þó FM séu byrjað að spila jólalög. Ég hugsa að jólalögin byrji hjá okkur svona byrjum þess. Ég fekk hate mail á hann frá... Fekstu hate mail? Já, þú veist. Það er ljótt. Nei, ok, hate mail í gæðsálöpum. Það var bara manneska sem var að backa upp Richard, sagðist að hún skreyti fyrir viku síðan. Já, Við vorum að drölli yfir Richard, hann er bara að skreita íbúðuna sína í kvöld. En af hverju segir við þegar varst þú? Varst þú ekki undir það? Nei, ég sagði að það var pínu skrítið en þú sagði að hann var rugglaður. Já, það er 24. nóvember. Blöð var svona bara svona kamma. Nei, að Rikki sé eitthvað hérna í íslenski Griswold að 24. nóv mánuði fyrir. Mér persónulega finnst það svolítið snett. Já, en þessi kona lítið að heyra og ég ránaði með hann. Já, hún byrjaði fyrir viku síðan. Hvernig byrjaði þú að skreita? Ég held að það er basic bara svona 10., 11., 12. Byrjaði þá að stapla eplum í gluggan eða? Sko. En ok, kannski bara þegar að komin DS á dagatalið. Fyrsti DS, annar DS, þriðji DS. Ég er til að kaupa DS. 24. nóvember, Richard. Já, það er bara vika í fyrsta DS. Já, þetta er svona vika, sko. Hvað heldur ekki að fólk kemur í heimsókn? Hvað ætlaði að gera? Bara til í... Hvað ætlaði að gera? Það ætlaði að byrja að afsaka... Hvað var að gera? Heldur hann kasti bara teppi yfir allt rugglið? Heldur ég þurfa að fela þetta? Það er búið að dingla, náði í lakið. En ég þarf allavega að fá mynda á þessi kvöld, þú búinn að skræta. Hvað ætlaði lengi að skræta? Ég held ég verið búin að þessu svona 10. Þá tek ég bara myndband öllu. Ég skal bara hendi svona á Twitter. Ertu með hérna eitthvað svona jólasvein, nei betur svona snjókall eða hreindýr? Nei, ég er með svona, ég vinn mikið eins og með bara svona inn í íbúðin þar sem ég er ekki að setja seríur í klukka, þá er ég með svona bara ljósa keilur, bara svona glærar. Hvað er ljósa keila? Það er bara svona keila, keila er bara keila, það er bara allar út í ljósum og ég stapla þeim bara svona til þess að lýsa upp. Eru öll íbúðin, núna svona grínlöst, eru öll íbúðin hér út í einhverjum bara seríum og ljósum? Ekki núna, nei. Verður í kvöld. Það er ekki með einhverju jólasveina og snjókalla og eitthvað? Jólasvein og snjókall. Það er jól, Richard. Ég bý ekki í Beverly Hills, sko. Ég bý í 3 herbergja íbúð í Kólanum, sko. Þú getur ekki sett á þakið. Nei, það er helvið. En svo pínu litla, bara krútlega snjókalla og jólasveina. Já, þú getur sett það í gluggan. Já, svo náttúrulega á ég eftir að skreita aðventukransin, náttúrulega fyrst í aðventur ekki fyrir á þarnastas. En hvernig jólatri ertu með? Ég er bara með svona 2 og 10 á hæð, bara svona ágætisbreytt, bara svona gerfi. Er það gerfi eða? Já, gerfi. Alltaf gerfi. Sjakk er 2 og 10 á hæð, sko. Svona, sko eina, ok, eins og ég. Mitt er svona 1. Serðu, hann bara lifnar allir við til að byrja með að ræða þetta. Lifandi jólatrí, ok, ég er ekkert á móti því. Það er æðislegt að finna grenilyktina. Já, mamma vill hafa það. Já, en það er þreytt þegar það byrjar að fara af þessu, endalaust að ryggsuga undan þessu. Það finnst þér ekki gaman að ryggsuga? Ég haldi það með að finnst gaman að skreita. Hæ? Nei, ég sé þið fyrir mér að ryggsugandi. Ég er ekki Martha Stewart, sko. Hann er Griswold. Hann Griswold að yfir sig í ger. Gerfitrí er æðislegt, þú getur bara gengið frá því. Já, ég herðu, það er bara, þú skreitir bara í kvöld og sendur okkur mynd. Hvernig litin þetta tríð? Það er bara grænt. Og það er margir sem er með þekkja fashion og hvít. Það er ekki jólalegt. Sem að þekkja fashion, erst þú með hvít? Ég er bara að tekja eftir á Instagram á fólki sem fylgist mikið með fashion. Þau eru með hvít tré. Guð minn góður, erst þú með hvít tré? Ég er með hvít tré, svo allir eru. eins og allir sem fylgist með fashion. Ef einhverjum típan í að vera með hvít tré, þá er það Ég er með hvít tré. Ekki kemur það mér óvart. Hvað þarf að vera grænt? Það er svona, ef ekki segja, sé algengar allavega. Ok, ég skal taka mynda á jólaltrénu mínu því ég skreiti 18. desember. Má ég giska? Og ég skal lofa að það verður flottar en þitt. Má ég giska hvernig Grinch verður? Þú ert með jólaseríuna, þú hendir bara svona seríuna á treð, þú raðar þess ekki svona... Hann býr nú ekki eitt, sko, ég hugsa ná konan hans sem Guri sé nú að skreita þetta. 30 ára gísling sem sér þetta. Já. Ég er mjög peppuð fyrir þessu. Ég ætla að spyrja ykkur eina spurningu inn í hvort myndir frekar, sá liður ennu ekki í dag en mér fannst þessi hérna góð. Ok, hvað er með það? Hvort myndir frekar, þú færð 500.000 eða besti vinuðinn fær 5 milljónir. Það er 500.000 krónur í beinhörðum. Má ég velja hvaða vinur mín? Það sumir alltaf lóðrétt og þurfa virkilega á 5 milljónum að halda, sko. Já, mátt velja. Þannig aðrir drullapeiningum. En ég get förði félagabins sem er með buksunar á hælunum og rétt honum 5 kúlur. Já, eða tekið 500 skall og hann fréttir aldrei að því. Sem er basically flug og hótel og tjenir hann fréttir aldrei að því. 10 nættur.
Nei, tek 500 kallin. Já, fréttir aldrei að því. Og það er svo mikið lasni. En þú ekki? Hátíðljósa friðar og sætlar að gefa hann að þykja. Ég sem myndi taka 500 skallin líka. Æja, þeir eru frábæri gaurar, maður. Það er bara þannig. Hvað ætlar að nota hann að 500 skall í að greita það? Nei, það er Tenerife með Kilsa. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just wanna say. Og hann andvarpaði bara hann í miðju lagi, Charlie Puth. Þetta er erfitt fyrir hann eitthvað. En þetta er lagið Attention og já, hann gerir þetta bara ágætlega. Virðist taka á. Attention. En þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 fyrsti þáttur eftir Steypustöðafrí. Og já, ég er búin að skemmta mig konunglega, vonandi að við þið gert slíktið sama, kæru hlustendur. En það fyrir svona að stýttast í lokinni á okkur. Hvað er helgin hjá okkur, drengir? Það er allavega róleg helgi á mér. Ég þarf að ná ákveðnum markmiðum núna á næstu vikum og hérna. Já, gengur vel út á leiðinni niður. Við talum kveðfituna þér. Já. En Egill, hvernig er helgin hjá þér? Ég er að fara hlaðborð, jólahlaðborð kallarlega.is á morgun, annað kvöld. Já, ok, það er ennþá starfandi, kallarlega.is. Er að koma ný síða? Það er búin að leggja þá frábæru síðu niður. Hún er ekki virk í dag. En mikli meistarar sem ég hitti einu svona ári, það var á morgun. Og þetta er svona álfuru harðkjarna gamla skóls fyllibittur. Guð hjálpi stáðum sem við borðum. Jésús. Já, það er grillmarkaðurinn, bara flóknar að það. Guð hjálpi grillmarkaðurinn á morgun. En það er þetta er gamli skólinn að hittast og fá sér aðeins. Þannig að en það hefur verið veistlega, það er annað kvöld. Ég ætla ekki að skreita í kvöld eins og Richard. Það er góður bolti á morgun líka. Það er Liverpool Chelsea og United klukkan 3 og já, þetta er bara þetta er fínasta helgi. Það er ekki þetta, byggðum með það meira. Vandamálið með þetta tímabil, lok nóvember og desember, það er ekki helgi, það er ekki eitthvað í gangi. Nei, ég hef oft sagt að desember er blautasti mánuður ársins. Það er alltaf eitthvað. Það er líka dimmasti mánuður ársins. Hvað hefur maður annað að gera hann að hella í sig í desember? Myrkrið. Já, hann er búin að gera þetta. Það er bara samin einhvern veginn köttið og óregluna óstoflega flottan hátt. Já, en vonandi í þið góða helgi, kæru hlustendur, hvað sem þið gerir. Ég minna á að það er 3 fyrir 1 á drikkjum hjá Keiluhöllinni í kvöld. 3 fyrir 1 Black Friday hjá King sem er vil. Hann á svo mikið að cash, hann er með skísama. Það kemur ekki óvart að maður byrja með 10 fyrir 1 einhvern tíðan. Það er með drullu sama. Það er komið að lokum. Takk fyrir hlustunum þetta. Við verðum mættir hér næsta föstudag og þá verður Steindi mættur. Við minnum á leikinn okkar sem er í gangi inn á Facebook. Það er 2 leikir, hann er líka í gangi á Instagram. Á Instagram er hann á síðunni Álfuru Skellur. Já, fólk þarf að like okkur á Instagram. Já, því við notum story þar til þess að vera með eitthvað flip, fljótlega. En á facebook.com/skellur og þú tekur þátt í þessu leik og getur fengið okkur trúðana í heimsókn og spila með ykkur sem hugmyndir að Steinda. Ég kvíði þeirri hugmynd en við verðum búin að lofa að við verðum að gera þetta. Já, við mætum. Steindi hendur í eðlu og ætlar að taka eitthvað tásunnut og eitthvað. Skellu ykkur á facebook.com/skellur, takk ég þátt. Góða helgi, heyrumst eftir nákvæmlega viku. Vilt þú fara í Smáratífóli á föstudaginn ásamt 10 vinum eða vinnufélögum? FM 957 býður þér í frábæra skemmtun í Smáratífóli alla föstudaga. Skráðu þig til leiksinn á fm957.is og þú getur verið á leiðinni frítt í sleggjuna, púl, 7-bíó, dansball og fleira og auðvitað skóla með ísköldum bóla meðan á skemmtuninni stendur. Fylgstu svo með á FM 957. Við drögum út í hverri viku. FM 957 og Smáratífóli. Hæ, þetta er Sara í Unique. Það er sko svartur fössari hjá okkur í Unique. Komið og næli ykkur í geggja outfit á 20% afslætti. Unique, Kringlunni og unique.is. Sofðu á náttúrunni. Kókomat rúmið er handgert úr lífrænum efnivið. Kókos og kaktustrefjar, lífrænt bómull og einstakur latexsvampur. Heimil og hugmyndir, Ármúla 26. Enn á ný
hafa þau tekið höndum saman, megamadurinn og megakonan, og fær okkur splunkunýja megaviku. 1 vika, 1 verð. Allar matseðilspizzur á 1490 ef þú sækir. Dominos. Apple Watch hugsar heilsuna þína. Epli, Laugavegi og Smáralind. Black Friday á 24iceland.is 25 til 60% afsláttur. 24iceland.is og Krókálsi 6. Kæru hlustendur, athugið svartur föstudagur frá miðvikudegi til föstudags og örugglega laugardaginn líka, tæplega þriðjungsafsláttur af öllum skóm, Jói Útherji, Ármúla. Í dag svartur föstudagur og algjör verðsprengja í Bauhaus. Til dæmis 30% afsláttur af allri málningur og jötun og 25% afsláttur af öllum jólaljósum auk fjölda. Gríptu eldgrillaðan kjúkling með þér heim. Hagkaup. Steik og ostur fyrir alla svanga sem vilja fá eitthvað verulega gott. Hér fær orðið juicy nýja merkingu. Sjáumst á Subway. Það 180 miljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2, við tippum. Jeff Dunham, 27. maí í Hörpu. Thule léttul og Sena Live. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum.